Nú ætlum við að tala við hann Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt hjá Landslagi. Þráinn landslag tóku þátt í rammaskipulaginu, eru meðhöfundar af því og eru núna að vinna, hafa haft umsjón þessi grænu svæði almenningsrými og eru að vinna hönnunarhandbók fyrir svæðið. Gjörðu svo vel, Þráinn. Takk fyrir það. Grænu svæðin eru náttúrulega mjög mikilvæg þegar við erum að byggja þétta byggð og núna erum við að prófa að byggja stórt hverfi, þétt og þá þurfum við að huga því vel að takist vel til með grænu svæðin. Og við þurfum líka að huga því hvernig byggðin tengist öðrum grænum svæðum af því að á liðnu ári þá höfum við náttúrulega komist að því að það er gríðarlega mikilvægt að geta gengið umhverfið sitt í fallegu umhverfi aðlaðandi og fundið svona sína hálftíma, klukkutíma hringi sem eru sem mest í aðlaðandi og fallegu umhverfi. Hérna sjáum við hvernig þetta nýja hverfi, þessi nýji borgarhluti eru sveit settur gagnvart svona helstu, svona í stóra græna neti borgarinnar, tengingarnar út í Elliðaárdalinn, út í Fossvoginn og meðfram Suðurlandsbrautinni út í Laugardalinn og svo inn í Grafarvoginn. Og jafnframt sjáum við þarna líka, við höfum merkt inn svona helstu íþróttafélög í svona næsta nágrenni og þar höfum við af nóg að taka, Fylki, Víking, Þrótt og Fjölni, svo einhverju sem nefndir. Hérna höfum við bara þetta yfirlit yfir hverfin og áfangana og þannig búið að fjalla þetta allt saman nokkuð ítarlega og þannig að ég ætla að fara það kannski aðeins dýpra. Sem sagt, við erum að fara að umbreyta mjög gráu svæði í eitthvað grænt og fallegt. Og jaðar þessa svæðis grænn og fallegur, já, grænn og blár. Við erum við nálægðina við hafið og Voginn og Elliðaárdalinn sem eiginlega svona flæðir út í Voginn og við höfum alltaf horft á það alveg frá samkeppnistillögu og yfir rammaskipulag að Geirsneið gegndi svona lykilhlutverki sem borgargarður í þessari uppbyggingu með Vogabyggðinni. Og þannig að áskorunin að gera þetta hverfi gott og aðlaðandi. Svona lítur þetta út í dag á loftmynd og svo þegar við svona flettum hérna yfir þá þetta fullbyggt ofan á sama landslag. Ég ætla bara að fara aftur tilbaka og sýna ykkur þetta aftur, svona hver umbreytingin Og þarna erum við með svona þetta heildar yfirlit þar sem við sjáum Geirsnefið inn í þessari mynd og við lítum á það sem svona þennan borgargarð sem tengir saman Vogabyggðina og byggðina á Höfðanum og við Elliðaárvoginn og þar sjáum við alveg fyrir heilmikla umbreytingu, bæði í yfirbragði svæðisins og eins að þar geti verið íþróttaaðstaða, vellir og þess háttar en landfyllingin leyfir samt ekki einhverjar meiri háttar byggingar. Og þarna höfum við, það svona okkar hlutverk að halda utan þetta græna net svæða og að þetta myndir svona eina samfellda heild. Og bara svona rétt til þess að fara í blákaldan raunveruleikann þá erum við með mynd af hverjum í dag, það sem við að hluta til á neðra svæðinu, það sem við horfum ofan á malbyggingarstöðvar og vörubílastöðvar og þess að en þarna erum við líka búin að merkja inn hvar Sævar höfðastöð borgarlínunar þarna niðri, rétt, hvað við segja, norðan við Ingvar Helgason eða bílasölurnar sem þarna eru og þar borgarlínan að byrja að klifra upp brekkunnar. Síðan næsta mynd sýnir þá hitt hjarta svæðisins sem Krossamýrartorgið eins og hérna kom fram áður. Tilvalið að grípa þetta nafn að því ég heyrði samtali það áðan og líka að þetta bara svona á þessum krossgötum þá þáttu okkur alveg strax þetta alveg smellpassa. Við erum náttúrulega að horfa á framlengdan Breiðhöfðan niður á neðra svæði, það var svona eitt af lykilatriðum í rammaskipulaginu að tengja saman efra neðra svæði með því að framlengja Breiðhöfðan
þar fáum við líka mjög fallegan sjónás yfir sundin og Viðey og út á Akrafjallið. Þá ætla ég svona að trítla með okkur í gegnum grænusvæði byggðarinnar og við erum með þá fyrst þessa lengju sem eiginlega fléttast við núverandi stíg á bökkum Elliðaáa eða þessar framlengdu legu Elliðaána út í Grafarvoginn. Og þar, eins og hefur verið lýst áður í fyrir kynningum, erum við svona að tvinna saman byggðina við þetta Árbakkasvæði. Við erum með verulega breitt og gott svæði meðfram Árbakkanum, alltaf 50 metrar breitt, þar sem við erum að fá inn nýtt landslag með samfelldukerfi ofanslausna, lautir og lænur sem að geta tekið við ofanvatni. Þetta þýðir ekki að þetta sé alltaf rennandi blautt og fullt af vatni, heldur þetta svæði sem geta tekið við vatni og þróað áfram votlendis gróður og orðið þannig líka stuðla þannig að líffræðilegum fjölbreytileika. En við erum annars vegar með þetta svæði sem sagt meðfram ánum og svo erum við hins vegar með þetta línulega svæði sem höfðin sjálfur og svæðið upp á höfðunum og svæðið undir höfðunum. Það líka kerfi ofans farvega og lausna sem að leiða út í svokallaða Elliðaahöfn og gefa bæði þessa möguleika að ferðast uppi á höfðabrúninni og njóta útsýnis út yfir sundin og að vera niður í skjólinu og þá í tengslu við leikaðstöð á skólalóðum og þess þar. Og náttúrulega þegar maður að horfa á svona útivistartækifærin í svona hverfi, þá náttúrulega eru skólalóðurnar náttúrulega mjög mikilvægur hluti af þeim vef, af því þær náttúrulega nýtast krökkunum í skólastarfið en líka á sumrin og kvöldin og helgar og gegna þannig stóru hlutverki. En í ljósi aðstæðna, þessum háa bratta hamri, þá erum við, sjáum við líka fyrir okkur að við erum með svona einhverja sértæka lausnir hér og þar til þess að búa til svona, shortcut eða komast styttri leiðir á milli efra og neðra svæðis í einhvers konar tröppumannvirkjum og þó að við hugum líka því að leysa aðgengi allra á heppilegum stöðum í byggðinni. Og þarna sjáum við líka á myndinni neðst til hægri. Þar erum við í raun og veru með þennan græna ás sem undir höfðanum, hvar hann flýtur í raun og veru undir borgarlínu brautina í svona alveg bara opnu og frjálsu umhverfi. Og upp á höfðanum þá það Krossamýratorg og garður sem svona hjartað í þeirri byggð og þar erum við annars vegar með þetta svona harðatorgið sem snýr að borgarlínustöðinni og þar þarf að vera svigrúm til þess að geta verið með hátíðir og slitsterk torg sem getur verið með markaði og þar iðandi og mannlíf, fólk á ferli þess og krussi við torgið út úr borgarlínustöðinni og þar pláss fyrir hjólalegur og rafskútur og allt þetta sem við þekkjum. Eða erum að kynnast núna hratt og örugglega. Og svo á bakvið, þar erum við með svona stærri almenningsgarð sem alveg bara jafn stór og Austurvöllur, við máta þetta saman og þannig að þar eiga að vera möguleikar að búa til grænagarð með stórum grasflötum, leikaðstöðu og öllu því sem okkur dettur í hug að gera. Þannig að, en sem sagt í tengslu við þessa vinnu, þá höfum við verið að vinna þessum göllum hönnunarhandbók. Og það eiginlega til þess að tryggja það að hugsunin í skipulaginu skili sér til þeirra sem fara svo að hanna og framkvæma í framtíðinni í náttúrulega mörgum áföngum yfir langt árabil. Auðvitað erum við ekkert að sjá allt fyrir okkur núna hvernig þetta mun líta út, en við erum svona að reyna að búa til leiðbeiningar og minnislist, checklista fyrir þá sem að koma að framhaldsáföngum til þess að tryggja þau gæði sem við viljum hafa í þessu nýja borgarhluta. Og þá erum við að tala almenningsrýmin fyrst og fremst, við erum að tala göturými sem verða svo mikilvæg í svona þéttri byggð og svo líka inngarðana alla og þar sem að fólkið býr á sinn heim.
Og þarna förum við sem sagt í gegnum mismunandi gatnatýpur og erum að bæði að sjá fyrir okkur hvernig þær líta út og með tilliti til göngustíga, gróðurs, ofanvatnslausna, bílastæða, djúpgáma, hjólastæða og allt sem þarf til þess að þetta verði aðlaðandi og fallegt umhverfi. Sömuleiðis svona tengingin úr almenningsrýmunum, gatnarýmunum inn í þessi svona meira prívat og hálfprívat rými sem að tengjast þá þessum randbyggðar byggingum, reitum. Og við erum líka að fjalla það hvernig við viljum að jaðrar verði lifandi, grænir og fallegir og að fólk hafi í ákveðnum tilfellum möguleika á að svona glæða aðliggjandi gangstétti lífi með sinni tilveru og sínum gróðri eða hvað það nú er. Og við erum að fjalla götutré vegna þess að, eins og ég sagði, það er svo mikilvægt að takist til vel með göturýmin. Þar verða trén og gróðurinn sem að gera yfirbragð byggðarinnar aðlaðandi. Þarna erum við að sýna svona bæði á yfirlitsmynd það hvernig við viljum sjá trjágróður í sem bara öllum götum og erum að vinna með mismunandi þemu eftir mismunandi yfirbragði hverfa. Af því við viljum ekki öll þessi hverfi innan borgarhlutans verði eins. Við viljum skapa hverju hverfi sína sérstöðu. Og við erum að vinna náttúrulega með hjólastæði. Við viljum að það verður munið til því að koma þeim fyrir allstaðar í öllum götum. Þannig að það hvetji til þess að menn noti hjóli og sé öruggt með að læsa þeim á góðum stöðum og verði eðlilegur hluti af borgarrýminu. Ofanvatnslausnirnar eru líka lykilatriði af því að það er ekki bara það að við sem að kannski að spara í lagnakostnaði, heldur erum við að líka með því að vinna með þetta, þá getum við verið að fá miklu fjölbreyttara gróðurfar og skemmtilegheit inn í gatnarýmið. Og að lokum þá eru náttúrulega borgarlínustöðvarnar tvær alveg lykilatriði og þar stingum við þessum hverfum í samband við borgarlínuna og þar erum við að sýna fram á hvernig þetta raðast niður akbrautir þar sem þær eiga að vera. Þær eru nefnilega ólíkar þessar tvær stöðvar. Eins og Páll nefndi þá er upp við Kraftsumartorg þá er ekki gert ráð fyrir bílaakstri þar framhjá en það er aftur tilfelli við neðri stöðuna og þannig að við erum að leggja línurnar með það hvernig þessi rými líta út að lokum. Og svo er það síðast en ekki síst, það eru inngarðarnir. Það þurfa allir að axla ábyrgð í þessu verkefni og það er meðal annars til þess að skila þessu fallegu og líka þeir sem ætla að byggja þarna. Og þess vegna erum við að fjalla það að við viljum tryggja að það verði sköpuð góðu skilyrði til þess að búa til grænar og fallega inngarða með gróðri og það gerist þannig að til dæmis að burðarþol bílakjallara þar sem þeir eru, að þeir þurfa að þola þá það álag að taka við landslagi og eða að við á ákveðnum hlutum lóðanna séu með jarðsamband þannig að setja gróðurseta að sé ekki eitt bílastæða þak undir öllum garðinum heldur ákveðin hlutar sem eru í jarðsambandi eins og við. Og hér er bara svona dæmi opnu í hönnunarhandbókinni. Hún er margar blaðsíður og það fjallaði margt í henni, en þetta er bara svona eitt dæmi það sem við erum að tala gönguásinn sem er frá borgarlínustöðinni, þar sem við fjöllum yfirborð, gróður og fleiri hluti og ofanvatnið. Og þarna til dæmis leikaðstöðu sem við viljum koma inn í þennan gönguás og gera hann lifandi.
Já, og svo bara greip ég hérna eina svona gamla góða Photoshop mynd úr samkynhneigðstillögunni sem var svona að gefa til kynna hvernig við okkur langar til að umbreyta líka yfirbragðinu í Geirsnefunni í svona eitthvað náttúrulega heldur en þessa grænu pönnuköku sem að Geirsnefið í dag og innrétta, sem að fá betra samband við hérna vatnsflötinn og koma meiri og fjölbreyttari og lífríki og gróðri inn í myndina til þess að bara skapa skilyrði fyrir fjölbreytta útivist. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Páll. Nei, Þráinn fyrir gerði. Hérna, að því hún talaði Geirsnefi hérna í lokin, þá langaði mig að spyrja þig. Þú komst aðeins grípa eina spurningu sal, ef maður getur sagt svo. Þú komst aðeins inn á íþróttafélögin. Já. Hvar, hérna, verður nýtt íþróttafélag á svæðinu og hvar þið íþróttaaðstaða fyrir hverfið? Já, ég hef ekki heyrt tala að það væri búið að leggja drög að stofnun nýs íþróttafélags. Heldur hefur verið talað það að það væri þá frekar það sem þarna í grendinni, en við höfum bent á Geirsnefið sem mögulegt að það sé hægt að byggja upp velli sem að hvort sem að það tengist einhverju félögum eða hvað, en þar hægt að skapa allavega æfingaðstöðu, jafnvel keppnisaðstöðu. En íþróttamannvirki þeim hefur allavega ekki fundið staður í hvorki rammaskipulagi né þessum deiliskipulagsáföngum. Vissulega gert ráð fyrir íþróttaaðstöðu í skólunum, minni sölum og kannski kennslusundlaugum, og svo fyrir utan þessar sundlauga hugmyndir sem upp eru. En ég ætla allavega ekki að lofa hérna íþróttafélagi á staðnum. Nema kannski hérna raf íþróttum, það verður kannski hægt að... Já, það geta nú verið víða. Já. En hérna Sævarhöfðin, þetta líka einmitt aldrei skemmtileg spurning sem okkur barst hérna. Af hverju liggur Sævarhöfðin í Sveig? Hvað er það að gera þar? Já, það var hérna, hann í beinni lög í dag og við erum að breyta lögunni. Það var til þess eiginlega að, ef maður lítur á hann sem svona hryggjastykki í þessari neðri byggð, þá vorum við eiginlega bara að jafna svolítið hluthöllum á milli byggingarsvæða beggja vegna við hann. Hann var of þunnur öðru megin ef við höfum notað núverandi legu. Og svo þar fyrir utan þá verður kannski bara hann verður svona rólegri með þessu móti, með þeim aðgerðum sem eru hugsaðar á öllum gatnamótum, til dæmis með bara forgangi allra með gangandi og hjólandi vegfarenda. Þú hefur einhvern tíma nefnt hérna að þetta sé líka gamla strandleikjan sé einhvern veginn endursköpuð og... Já, ég hef alveg gleymt að nefna það. Það náttúrulega strandleikjan lá nánast undir höfðanum, alveg að höfðanum eins og við þekkjum í dag, og það var svona eiginlega eitt af hugmyndunum í samkeppnistillögunni var bara að framkalla hana svona sem þessa línu sem að svæðið undir höfðanum þetta græna svæðið þar, við áhersluðum. Þakka þér kærlega fyrir þetta. Takk sömuleiðis. Ég ætlaði kannski að koma inn á það hérna eftir hann Þráinn hérna að hönnunarhandbókin sem slík aðgengileg á síðunni undir hérna flipanum tillögur. Mjög skemmtilegt að fletta í gegnum þetta allt, þannig að mikið af flottum myndum og teikningum, þannig að ég held að þetta öll að skoða það.